Áður en við byrjum viljum við taka skýrt fram að ekkert sem fram kemur í þessu hlaðvarpi ber að líta á sem fjárfestingar, fjármála eða skattaráðgjöf. Hlaðvarpið er eingöngu ætlað til fræðslu og almennar umræðu Bitcoin, sýndareignir og tengd málefni. Fjárfesting í sýndareignum felur í sér áhættu. Verð getur sveiflast mikið og þú getur tapað hluta eða allri fjárfestinguðinni. Kynntuðu málin vel og taktu sjálfstæða ákvörðun ef þú ætlar að fjárfesta í sýndareignum. Takk fyrir. Komið sæl, kæru hlustendur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag er föstudagurinn 3. júlí 2026 og Bitcoin er í $61.677 og hjá mér eða svona í einhverjum skilningi hjá mér er hann Björn Harðarson, sestur. Vertu blessaður, Björn. Já, blessaður sæl. Og þú ert ekki meðal vor á Íslandi? Ekki meðal. Nei, ég er á Spáni. Þú ert á Spáni og hvernig er stemningin? Þeir voru nú að vinna 3-0. Ég man ekki hvernig voru keppt móti gerði, man bara unnið 3-0. Já, þeir voru að keppa á móti, hvernig var það? Þeir voru að... Það var Austurríki, já. Austurríki. Já. Ég ekki gefin. Ég glimti að horfa á leikinn. Ég var að rölta bara aðeins ströndina í gærkvöldi. Svo heyrði ég alltaf einhver öskur hjá okkur fólki sem sat á ströndinu. Það var fólk að horfa á leikinn. Það var fyrsta marki komið. En svo virtist þetta að vera bara mjög létt. Já. Er mikil HM stemning þarna úti? Já, það er svolítið gaman, sko. Þegar maður er að labba þá er allir í landsliðstreyjum. Já. Maður sér Og þú í frönsku síðan 98 landsliðstreyjunni? Já, það er alveg epic, sko. Já. Og normenn eru svolítið ábyrjandi í norsku treyjunu norska treyjan er svolítið áhugaverð núna. Hún er bara fáninn í heild sinni, sko. Já, einmitt. Já. En ég sá normenn þegar voru að tapa móti Frakklandi. Ég veist að það getur ekki verið að leikurinn sé í gangi því að þeir sátu bara allir þögðu allan tíman en ég held að hann hafa nú sett nú eitthvað þessu stjörnum á bekkinn. Eitthvað þessin hverja einustu. Já, okay. Það var mér varst það mjög undarlegt. En nógum HM í bili. Við ætlum að ræða viðfangsefni þessa hlaðvarps, kryptó og Bitcoin. Já, hvar er Bitcoin núna? Það er fyrir þá sem lögðu hlustir hérna í kynningunni, þá var það í 61.7. Og Solana? Áhugaverðinlega Solana er yfir $80 og ég vildi einmitt ræða það að vísum máli benda á líka fleiri myntir eins og ég meina í Ethereum er aðeins að svona standa sér betur en ef við skoðum þessa 7 daga já, ég var að tjekka í gær, þá var enn meiri munur en enga síður, ég meina Bitcoin er upp 3,2% síðustu 7 daga Solana er í 81 og er upp 16,9%. Sem er alveg svona, þú veist, og þegar maður svona rennir yfir allar þessar myndir, jú, í Ethereum að vissulega 11%, mikið af því er tilkomin bara það sem gerist í gær hjá þeim, það er alltaf komið einhver kipur, en þú veist, og aftur hittir þetta svona á þannig að markarinn er svolítið búin að ná að jafna þessar viku, en það var náttúrulega gríðarlega þungt sérstaklega framan af vikunni. Ég meina við vorum bara mikið að ströggla undir 60.000, vorum hana í 58 Bitcoin, man ekki í Ethereum var í 1500 og eitthvað, Fear and Greed var komin í 14 eða hérna hvað er, en svona markaðurinn virðist aðeins og maður var einmitt að heyra áframhaldandi og hérna lesa áframhaldandi fréttir af því að hérna útflæður kaupallarsjóðum væri bara það var ekkert lát á því en það virðist þessi markaðurinn aðeins
þú veist, auðvitað har maður að draga myndin út og segja, þú veist, 61 og 7 er náttúrulega gríða, þú veist, það er meira en 50% niður frá topnum hérna í haust. En þú fattar hvað við, það er svona upplifinu núna, ákvörðat er svona, það er aðeins verið að svona lifta markaðnum örlítið upp, af því að maður var bara komin einhvern þú veist, þetta var orðið það miklar lækkanir án þess að það væri neitt einhvern líf upp á við, að maður var bara að byrja hvenær kemur eitthvað support, sko. Já, og ef við skoðum bara, því nú var júní að klárast, sko, þá er bara Bitcoin 20% niður í júní, cirka. Heildar kryptomarkaðurinn aðeins minna en samt svipað. Já. Þú veist, og ef við skoðum árið, þá erum við 22% niður, við erum 22% niður í fyrsta ársfjórðung, við erum 14% í seinni ársfjórðung, við erum 33% í heildsina niður, sko. Árinu. Og þá er þetta bara Bitcoin. Já, það er bara að tala um Bitcoin. Við getum sagt að við erum 40% niður, við erum, ég átta mig ekki alveg á því, við erum svona cirka seinni ársfjórðung, þá erum við 8-10% niður á öðru, en við erum þetta 43% niður síðan Trump tók við sem forseti. Já, segð þetta aftur, hvað verður niður síðan Trump tók við? 43%. Já. Af því hann tekur einmitt við náttúrulega embættinu 5. janúar. Já, vorum 101.900. 2025 einmitt og þetta keyrir náttúrulega en reyndar þá er það líka þannig að við miðum við til dæmis 5. nóvember þegar kosningi fyrir fram og jável ef við tökum sko 4. nóvember að þá erum við samt held ég fara alveg örugglega rétt með ég þarf alveg ekki að segja held ég man það vel sko, þá erum við á lægri verðmiða, aðeins lægri verðmiða heldur við vorum sko, þannig að þú veist, það er ekki bara það að við sem lækka þetta eftir að tóku embætti, við erum meiri sér á lægri stað, verðmiðin er lægri heldur en rétt fyrir kjördag í Bandaríkjunum í síðustu fórstöku. Já, og hvað, þá spyr ég þig bara svo ég spyr þig líka, þarna mundur þú segja að Trump sé, ég veit ég hefur kannski spurt þessi spurning á þér, er Trump góður fyrir kryptó? Það sem er, og ég hef sagt það á þér, það sem hann hefur gert mjög vel er að hann hefur staðið við sín loforð. Hann lofaði góðum hlutum og hann hefur staðið við þau loforð. En það slæma við hann er og ég hvort það eitthvað vegi þyngra heldur en að góða er náttúrulega hann er bara búin að vera að gera svo mikið af hlutum sem eru alveg fáránlegir og mjög slæmir fyrir allan iðnaðinn og ég held að það sé mjög erfitt að neita því að það séu slæmir fyrir allan iðnaðinn þá er ég aðalega að tala þessi verkefni á hans vegum eða fjölskyldu hans og svona einhvern ekki bætir úr skák að þú veist, auður Trump fjölskyldunar búin að þrefaldast eða hvað það er og nánast hver einasti fjárfestir sem hefur tekið þátt í þessu verkefnum hefur komið illa út úr í þannig að þú veist, þessir hlutir hefur hann gert hefur verið mjög slæmt en maður verður að samt geta litið hlutlægt á málin og sagt þú veist, því sem hann hefur lofað hann hefur minnst ekki svikið nein lofað gagvart kryptó þannig að og bara ef við komum samt aðeins inn á þetta sem við talaðum áður ég myndist allavega daginn á Reuters hefði tekið saman eitthvað hvað hann hefði haft í tekjur sko nú þurfa embættismenn að gefa upp hvað þeir hafa verið að fjárfesta og svo framvegis og það var að koma út frá Trump hvernig 2025 var og hann var 1,4 milljarða dollara í hagnað á ég veit ekki úr þessi heildsinni, það var hvort það var 1,2 í kryptó og 1,4 í heildsinni og ef þú setur það bara í samhengi þá er Coinbase með mesta hagnað af öllum kryptófyrirtækjum með 1,260
milljarða dollara. Já, Þannig að hann er rauninni með meiri tekjur heldur en öll fyrirtæki í kryptó. Já, en sjá til, sko, Coinbase er alltaf skráðir á markað og þess vegna er hægt að sjá þessar tölur en hinn fyrirtækin birta ekki þessar tölur. Crypto.com hefur einu sinni bara, þá tóku þeir ákvörðun að birta töluna 2024 opinberlega en ég þykist til dæmis alveg vita það að Binance sem er miklu meiri tekjur og hagnað heldur en nokkuð tíma Coinbase, sko. Þá kannski en svo, þú veist, svo var sýnt tekið líka að fara að hafa að meðaltali 60 trade á dag. Já. Og mikið af þessum treytum voru í kringum einhverja ákvarðanir ríkisstjórnarinnar, þannig að það er alls konar í gangi í kringum hann, sko. Já, nei, þetta er auðvitað bara, þú veist, þetta er auðvitað bara ekkert í lagi, sko. Ég held að maður verði bara einhverjum tímum að vera bara frekar afdráttalaus með það. Þetta er bara mjög langt frá því að vera í lagi og ég held líka, sko, þú veist, það sem er slæmt fyrir alla markaði, held ég almennt og að minnstakosti sérstaklega, þú veist, fyrir bara svo Bitcoin sem gengur eitthvað allt út á dreifstýringu og svona einhver svona lýðræðisleg gildi, sko, að einhverjir einstakir menn taki svona gríðarlega mikið pláss og þú ert með Trump, þú ert með Saylor líka, veist, ég er ekki hrifinn af þessu. Ég hef það mikla trú á að heimurinn muni sjá kosti við þessi gildi sem Bitcoin stendur fyrir, að þetta muni ekki hafa slæm áhrif til lengri tíma. Ég geti auðvitað hæglega haft rangt fyrir mér með það og þetta bara sé eitthvað sem bara, ég meina, sumir að tala það, sko, að menn eins og Saylor og Trump eigi bara eftir að hafa það slæm varanlega áhrif að þeir muni bara eyðileggja þessar eignir, raunverulega, Bitcoin og bara kryptóiðna, en ég trúi því ekki en þú veist, ég veit að þetta ekki, en það sem ég langar... Ég held það svo sem ekki, en það getur, þú veist, eyðilagt fyrir einhver svona hlutum, einhver svona ímynd og tímabundið allavega, og það getur eyðilagt fyrir þessu frumvarpi, Clarity frumvarpi svolítið, sko. Já, ekki spurning. Veist, það að hann hafi verið að þurft að gefa þetta út núna og fólk að sjá þetta og auðvitað vitum eins og við talaðum með áður, það eru auðvitað aðrir þingmenn sem fólk borgar eitthvað, ég held að hann hafa borgað eitthvað $200 sekt fyrir eitthvað, sko, að hafa vera eitthvað að treyta og þú veist Nancy Pelosi, við höfum talað um Nancy Pelosi, það eru fullt af þingmönnum að gera það, en lögfræðingurinn hann sagði að þetta væri bara mesta svindl sögunar, fyrrverandi lögfræðingurinn hans, fyrir ekki. Það væri flottur lögmaður, núverandi, sem væri með slíkar yfirlýsingar. Sko, við höfum einmitt talað mikið Clarity Act í þessu laðvarpi og við höfum minna talað evrópsku, já, svona má segja í einhverjum skilningi hliðstæðu, en bara löggjöf Evrópusambandsins og sem gildir innan EES-svæðisins einmitt kallast MiCA, stendur fyrir Markets in Crypto Assets. Þar sem hugmyndi var að bara ná utanum þennan kryptóiðnað, svolítið bara eins og hann leggur sig, og eitt af því er að, sko, Myntkaup hefur starfað frá árinu 2020, í apríl 2020, ef við nefndar fórum, byrjuðum að þjónusta viðstafinni 11. maí 2020, en við fáum skráningu sem þá hét þjónustuvendi viðskipta milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldmiðla, svo breytist hugtakið í þjónustuvendi sýndareigna. Og þetta var það sem var kallað, sko, VASP eða WAF-ASP og stóð fyrir Virtual Asset Service Provider. Eftir tilkomu MiCA þá breytist þetta hugtak
og þetta var kannski pínutæklegt fyrir suma en þetta samt skiptir máli að ég allavega segi það skiptir máli fyrirtæki sem maður skiptir við og treystir fyrir fjármunum sínum að maður svona viti eitthvað á hvaða grundvelli þau starfa og þessi starfsemi eins og hún var áður hún byggði á skráningu ekki leyfi og skráning svona mikið léttvægara fyrirbæri kröfur til skráningar almennt töluvert minni heldur þegar leyfiskyld starfsemi á í hlut og svo gerist það að það tók talsvert lengri tíma en hefði átt að taka að innleiða Míka í íslensk lög og en það var gert 1. janúar á þessu ári samanber lög númer 101/2025 lögum markaði fyrir sýndareignir og það sem gerist með tilkomu þessar laga að þá væru þessi starfsemi ekki lengur skráningarskyld heldur leyfiskyld og það þarf þá fyrir aðala sem bæði ætla að koma nýr á markað og eins aðala sem höfðu starfað í krafti eldra fyrirkomulags þurfti að sækja þannig að það sem myndkaup búið að vera núna bara í gjörsamlega bara já af öllum þeim krafti sem við höfum búið yfir dag og nótt nánast bara í núna fleiri mánuði hefur verið að sækjum þetta starfsleyfi hjá Seðlabankanum og tryggja okkur það fyrir sem sagt 1. júlí af því að frá og með 1. júlí þá má ekki lengur veita þjónustu nema þú sért með þetta starfsleyfi og eitt af því sem þetta gerir að sko eftirlit Seðlabankans var fram að þessu miklu takmarkara það takmarkaðist fyrst og fremst bara við peningaþvætti á grundvelli peningaþvættislaga en með tilkomu þessar laga þá verður eftirlitið má segja svona mikið meira alhliða Þetta svona ef ég fæ að tala þetta á mannamáli fyrir bara fólk sem svona velta fyrir sér hvað því ég sé eitthvað smá umræðar á fjármálatips og eitthvað annað. Þetta svona til einföldunar á mannamáli þetta þýr að svona fyrirtæki að verða svolítið meira alvöru og ég segi sko fyrir mitt leyti hafa núna starfað í þessu 6 ár að maður getur farið að staða með alls konar hugmyndir og við ræddum þetta í spjallinu við hann Magnús Karl síðast þætti þú veist frjálsan markað og eitthvað eins svona libertarian hugmyndir að ég vil tekið þetta alla leið eins og hann var á sínu menntaskóla árum með svona anarko-kapitalistar hugmyndir anarko-kapitalískar hugmyndir en eftir því sem að maður í svona umhverfi lengur þá bara fer maður að skilja að það til svolítið fyrirbæri sem heitir raunveruleikinn og eitthvað veginn punkturinn með þessu öllu saman sá að þú veist og ég held að kryptó sagan af hinum af þessu fyrirtækjum sé alveg bara það engin skortur á dæmum því til stuðnings að það var klárlega þörf á að svona taka þetta þennan iðnað svona fastari tökum auðvitað má alltaf deilum það þú veist hversu langt á gang og svo framvegis hafa skoðanir á því það fullkomlega eðlilegt fullkomlega málefnilegt og eins og ég ræddi síðast þetta að auðvitað aðeins maður eitthvað svona grundvallar prinsip í grunninn en ég held að sé voðalega erfitt að hafa starfað á þessum markaði í einhver ár fylgst með og komist þær í niðurstöðu að fyrirkomulagið fyrir gildistöku Míka hafi verið hollt til framdráttar sko. Veist, þannig að já, það en já, þetta vildi ég segja og þetta var mikið bara merkistagur fyrir myndkaup við tryggðum okkur leyfið núna í júní
Og til hamingju með það, þú veist, þetta hljómar fyrir mér sem að fylgist með markaðunum og fylgist með umræðan á markaðunum, þetta sem risa skrefa, því að þú veist, það sem ég hef séð sko þetta mismandi tölur, ég hef séð eitthvað staðar að það veri 1200 aðalir sem voru á markaðunum og þar hafa cirka 210-250 fengið leyfi sem 17-21%. Einhvers staðar tölur sem segja það í rauninni hafi við rauninni verið 2700 aðilar á markaðunum og þar aðalega hafi bara 9% fengið leyfi sko. Þannig að þú veist að þetta sýnist allan að vera þannig kröfur að þetta ekki einfaldast í heimi að hafa þú veist að það ekki hver sem farið þetta, eins og Binance, við getum talað það. Já, einmitt. Nei, þetta er alveg rétt. Þetta er mjög hátt hlutfall í Evrópu af fyrirtækjum sem hafa þurft að hætta starfsemi og og sem dæmi, við erum núna eini aðilinn á Íslandi með þetta leyfi og ég get alveg sagt það bara hreint og beint út sko að þetta er þú veist, ég bara fullir það með mjög góðri samvisku að þú kemst ekki gegnum þetta ferli og þú færð ekki þetta leyfi nema sko það gerist ekki af einhverju tilviljun, við getum bara orðað þannig það er gríðarleg vinna sem þarf að leggja í þetta leyfi og mjög áhvert að ræða þetta sko með Binance að þeir núna mega ekki lengur þjónusta viðskiptavini á ESB og ES svæðinu. Ég verð endur að viðurkenna svo, ég hef ekki átt í viðskiptum við Binance sjálfur svo lengi. Ég var að nota á eitthvað 2020, eitthvað 2021, síðan hef ég bara ekki notað Binance. En félagi minn sem nota Binance, ég var að spyrja út í það, hann var ekki búinn að vera að fá eitthvað hann var ekki búinn að vera að fá einhverja meldingar í appinu sínu að hann þyrfti að það þyrfti að hætta að þjónusta hann. Notað þú Binance eitthvað? Nei, ég hef ekki notað svipaðan tíma, ég notaði mikið eitthvað 2020-2021 sko, ég hef ekki notað það síðan. En sko ágætt að hafa þetta samt á hreinu, það þýðir rauninni ekki að accountinn á Binance lokast. Nei, sko það þýðir rauninni að þú getur ekki gert nýtt trade og ekki gert nýtt kaup, sko, þú getur lokað stöðum og þú getur fjarlægt peninga af plattforminu. Það má auðvitað segja þetta því að sko reikningurinn lokast að mista kostið þangað til starfsleyfi hefur. Hann lokast ekki, þú getur fært peningar af. Þú getur rauninni ekkert gert neitt. Það sem tekur við hjá þessum fyrirtækjum er svo kallar orderly wind down af því að það má ekki bara loka og með pening þannig að þú þarft að veita viðstöðnum leiðbeiningar það hvernig þeir geta komið peningum sínum hvort sem það er kryptó eða fjármunum aftur til sín, annarkvort með því að setja kryptó á annað veski eða aðra þjónustuvendur eða selja það og taka út en hugmyndin er einmitt mátt ekki vera að treyta eða nota þjónustuna í öðrum tilgangin bara þeim að koma peningum sko. En þeir ætla klárlega að fá leyfið, ég held að það sé fullt af ástæðinni sko, en ónefnilega er þetta áhugavert að þú veist, langstærsti aðilinn í heimi sé ekki að fá þetta leyfi og hvernig er þetta? Þeir reyndu að fá þetta í Grikklandi sem sko og svo það gengur ekki eftir og svo núna er það ekki þeir að sækjum í Frakklandi eða var þetta ekki eitthvað svoleiðis? Þetta er samt svolítið skrítið sko því að þú veist, þetta er öðru sér eins og þú varst að segja að það er frekar stutt síðan kannski hér á landi en þú veist þessi fyrirtæki hafa haft síðan 2024 í Evrópusambandinu. Já, þegar var 18 mánuði sko. Þannig að svolítið skrítið svona stórt fyrirtæki eins og Binance hafi klikkað á síðustu metrum. Nei, ég get lofa því það er ekki skýringin á þessu sko. Það er ekki það að þeir hafi verið eitthvað núna þessu ári fyrst eitthvað við þurfum að pæla í þessu. Nei. Þeir hafa verið sko
þeir, þú veist, ég get ekki sagt að ég þekki nákvæmlega þeirra sko leyfi sumsvonar ferli í Evrópu en ég sem sagt, veit alveg að þeir hafa verið meðvitaðir þetta sko löngu áður en lögin tóku gildi en ég held bara að þetta þú veist, þeirra saga hefur náttúrulega verið. Ég meina að þú veist, það er auðvitað ekki hægt að horfa fram hjá því að þeir greiða hana $5 milljarða sekt í Bandaríkjunum. Sisi fyrir fangelsi svo reynda náðaður. Og þú veist, hluti af sakarefninu sko, sem var grundvöllur sektarna var að það hafði ekki verið, það hafði ekki einustu grunnsamlegu viðskipti verið tilkynnt í sko einhverju stærsta ef má nota hugtaki fjármálafyrirtæki sem þetta vísi í ströngum skilningi ekki en svona í daglegu tali held ég að mig kalla þetta fjármálafyrirtæki einu stærsta fjármálafyrirtæki í heimi. Það ónefndalega svolítið sérstætt og ég trúi ekki öðru en að þessi saga hafi haft eitthvað smá vægi. En líka held ég að þetta sko annað sem líka svolítið erfitt og þetta það kannski ósanngjarnt ef það að skipta máli en þú veist, ég velti fyrir mér sko hversu raunhæft til dæmis tökum sem dæmi bara fyrir Seðlabankann í Grikklandi sem dæmi að fara að hafa eftirlit með þessu skrímsli sem Binance og þetta ekkert grín, þetta ekkert bara eitthvað þú veist, fattar hvað að fara þetta bara, þú veist, já, af hverju velur Binance Grikkland? Þetta skiluru, nú ég ekki með stærð grísku bankana á hreinu en ég bara gef mér það að skiluru Binance svo langtum stærri heldur en örugglega allt bankakerfið þar til saman sko, sem dæmi. Þannig að þú veist já, þetta áhugavert en þetta allavega ég vildi tala þetta bæði til að það þetta alls konar kringum þetta, það þetta líka alls konar kringum þessu lög að þú veist, ég minna að Tether sem nú stærsti stöðleikamyndin úti ákveða að fara ekki í það að verða samþykktir af þessari löggjöf og þar af leiðandi þurfa allar þessar kauphallir að hætta að nota Tether sem hafa notað það áður. Já, einmitt. Þetta annað sem mikilvægt fyrir Íslendinga að vita, sko, að þú veist, sko maður getur alltaf persónulega skoðanir á USDT og ég held að skilur, við erum alltaf búin að vera bara öll þessi ár síðan við byrjum í kryptó, þá er búið að vera þetta Tether-född, þú veist. Og sannleikurinn sá að það hefur eiginlega ekki dræst úr því. Það hefur enginn sem hefur notað USDT farið eitthvað flatt á því að það hefur deep-hackað eða ekki virkað. En alveg sama hvað slíkum skoðunum líður, þá má segja til einföldunar bara búið að útiloka USDT úr Evrópu. Hvort það verið varanlega, verður bara komið ljós. Sem gera verkum að þú veist, það sérstaklega því að þú veist, ekki nefnum að sé með einhverjar pólitískar skoðanir á því sko, að þá náttúrulega engin munur að nota USDC eða USDT. Þetta eru tveir langstærstu aðalanir, þetta nákvæmlega sama fyrirbærið sko í viðmóti, notkun og reynslu þeirra sem að sýsla með þetta og þú veist, USDC bara það sem maður þarf að venja sig á sko. Það engin spurning sko. Og eins og ég segi sko, jú, maður getur haft einhverja pólitíska skoðanir, ég þekki ekki alla pólitíkina og skýringarnar á bakvið þetta til hlítar sko, en einmitt eins og segir, þeir virðast ekki vera eitthvað mjög uppteknir af evrópsku markaði heldur, eða maður alltaf upplifir það þannig sko. Nei, og þeir hafa talað bara það, þeir ætla bara einbytta sig að öðrum mörkum, þeir bara ákváðu að fara ekki að reyna að veita. Já, einmitt, það kannski breytist, maður veit það ekki. Það náttúrulega líka auðvitað þannig að þú ert að setja hana gríðarlega stóran lagabálk, reglugerð mjög vaxandi og nokkuð stóra niðnað í dag sem byggir á tækni sem frekar ný og það alveg eðlilegt að eitthvað svona hlutir svona fyrstum sinn, þú veist, það væri mjög eðlilegt ef það kemur í ljós svona á fyrstu mánuðum, fyrstu árum
eitthvað svona, já, ok, hér hefði mátt gera þetta öðruvísi og svo framvegis og þetta svona taki einhverjum hérna smá breytingum en allavega klálega, fyrst sinn þá ekkert sem bendir til þess að USDT, þessi langstærsta stöðulgamynt í heimi sé að fara að vera hluti af evrópska markaðnum. En aftur bara til ykkar allra í myntkaup til hamingju með leyfið. Já, takk kærlega fyrir það. En hvað segirðu Björn? Þú varst búinn að við náðum ekki að spjalla mikið fyrir þennan þátt en þú varst búinn að vera að tala að þú vildir tala aðeins meira strategy og Sailor. Já, auðvitað, ég gleymi því að það er svo langt síðan við spjöllum saman, alveg rétt, að ég hugsaði að þetta var ekki, já, að því að ég talaði um Magnús síðast, þannig að þetta er orðin 2 vikur, það er náttúrulega, já, auðvitað, það er búið að gera náttúrulega alveg svakaleg hlutir, ég er bara eitthvað í undirmeðinu fannst mér eins og við væri búinir að vera að tala þetta, en ég að við erum ekkert búin að tala að hvað Stretch fór í 72 og hérna, þú veist, nei, maður, við erum ekkert búin að því að við vorum búin að vera að tala hvað hlutinni væru orðnir eitthvað veginn ljótir sko, þannig að hjá Sailor og Strategy og Stretch, svo náttúrulega gerist það meðan þessi tími líður að þú veist, þetta bara já, útlítið var bara hann eins og bara, þú veist, maður var bara, hvað, þú veist, ég hafði notað hugtaki raunverulegar áhyggjur, sko, en þú veist, þetta var alveg bara svona mjög raunverulegar áhyggjur, skulum við segja, og eru alveg ennþá klárlega til staðar, þó svo að þetta hafi nú allt svona aðeins rétt og kútnum, en ég menna þegar ég segi rétt og kútnum, ég fletti upp Stretch-snöggvast, það í 87,87 sem alveg súrrealískt lélegt fyrir eitthvað sem á ekki að vera sveiflukent og á að haldast bara í hérna mikilri nálægð við 100 og ég meina það að svona fyrir bara hafi farið í 72 er náttúrulega bara eitthvað sem já það sem að MicroStrategy gerði þeir komi með eitthvað sem þeir kalla svona framework þar sem þeir rauninni gefa það út að þeir ætla alltaf að vera með 12 mánaða forða til að borga vexti af öllum því sem þeir eru með sko. og gefur og stjórnin gefur rauninni strategi stjórn eða þú veist framkvæmdastjóra leyfi til að selja allt að 1,25 milljarða í Bitcoin til að mæta þessu. MicroStrategy, þú veist, hlutabréfin hækkuðu 13% bara við þetta, þú veist, fór eitthvað aðeins niður aftur. Síðan hækkaði sko Sailorinn, hann hækkaði vextin á þessu Stretch dæmi upp í 12%. Það nú ekki skila sér meira í þetta sem þú varst að segja sko. Nei, einmitt. En já, þetta er maður, mér finnst það bara orðið eitthvað svo mikið svona þú veist, þetta er alltaf að verða, finnst manni flóknari og svona verri staða fyrir Strategy og Stretch og Sailor, og það er alltaf að koma meira og meira sko af einhverju svona, já, við erum að fara núna, þú veist, gera þetta svona og þá er þetta svona og þá þurfum að borga þessu, þá getur við selt svo, þú veist, fattar hvað er að fara, þetta virkar ekki sannfærandi, þú veist, eitthvað sem átti uppalega að vera svo rosalega einfalt play, bara við erum fyrirtæki með rekstur sem er arðbær, við notum tekjuafgang til að kaupa eign sem við ætlum aldrei að selja, svo ákveðurna að víkka það konsept út og það eitthvað hefur bara snjóboltast og spíralast í þetta og maður upplifir þetta. Já, ég skil allavega að markaðurinn verðleikur Stretch þannig að þetta sé sannarlega mikil áhætta í þessu. Já, og þú veist, það er einhvern veginn þannig að þú veist að sem betur fyrir keypti Sailorinn ekki neitt á síðasta mánudag eins og tilkynnti ekki kaup síðasta mánudag, þar að segja að þau kaup alltaf hvað áður. Af því að þú veist, ég veit ekki MNAV verðmæti á MicroStrategy er eitthvað í kringum 1 núna, það var undir í síðustu viku. Þú veist, þetta Stretch niður
þú veist, hann hefur verið að Hann hefur bara ekkert svigrúm til að kaupa núna. Það Nei, hlýtur að vera ef þannig. ef hann myndi eins og gerði hérna einu sinni um daginn, þegar þetta var undir MNAF að auka hlutaféð og kaupa, þá lúkkar það bara rosa illa fyrir hlutafjáreigendur, sko. Og svo hugsa maður þetta, þú veist, margir hafa sagt að hann býr til þetta stretch til þess að fá pening frá fagfjárfestum, þar sem kemur þetta bara í ljós eitthvað staðar í þessu öllu saman, kannski eins og með margt annað sem við erum alltaf að tala um fagfjárfesta, eins og með kaupallarsjóðina og svoleiðis, sko, að þú veist, þeir sem hafa verið að kaupa þetta stretch eru upp til hópa bara retail. Já, og þú veist, nú er hann búin að fá sér málsókn. Er hann búin að fá málsókn? Já, samt að fá aðeins að leiðrétta það. Strategy gerir ráð fyrir, ekki hann persónulega. Samt að leiðrétta aðeins umræðan sem hefur verið. Það verið umræðanu farið alveg að þú veist að fjármálaeftirlit sé að fara með málsókn á hann. En rauninni þetta, þú veist, það er svo skrítið kerfið eins og þú þekkir sennilega, sko, í Bandaríkjunum. Hver sem getur farið í máli hvern sem nánast, sko. Það er náttúrulega líka bara hann á Íslandi, sko. Veist, já, og það er eitthvað fyrirtæki hérna úti sem að, ég veit ekki hvort þú manst eftir því hérna, þegar FTX fór á hausinn, þá hérna var hérna lögfræði fyrirtæki hérna úti sem fór í mál við hann hérna, hvað heitir hann aftur hérna, stóri fjárfestir sem í Shark Tank hérna. Já, Kevin O'Leary, já. Kevin O'Leary, fór í mál við hann, þetta sama fyrirtæki. Þeir eru greinilega bara, þú veist, að gera þetta svona líka til að svona... Eru þeir að fara í mál við Saylor persónulega? Nei, við fyrirtækið. Við vilja meina hann að við plata fjárfesta með að segja þetta væri bara geggja konsept. Þú nefndir hérna auglýsinguna hann daginn, sko, sem að væri örugglega hægt að rökstyðja það, þetta væri svolítið verið að selja fólki rangan draum, sko. Sko, það er náttúrulega hérna regla númer 1 og 3 að maður auðvitað á ekki að fella dóma fyrir en sko maður þarf í fyrsta lagi að kynna sér til lítar afstöðu beggja aðila og svo melta hvort tveggja þar til maður kemst að einhverju skynsalegri niðurstöðu. Eina sem ég ætla að segja er að oft heyri maður af einhverjum málsöðunum, til dæmis í Bandaríkjunum, sem maður leifir sér bara að hrista hausinn jafnóðum og hérna afskrifa þær sem fráleitar. Ég ætla nú bara að segja það að mér finnst við bara fyrstu viðbröð mín eru þau að það sé ekki fráleit spurning hvort það geti varðað við sko, hvort það sé refsivert eða varði við einhver önnur lög að maður sem í forsvari fyrir þetta fyrirtæki Strategy og þennan fjármálagjörning sem Stretch tali hann með slíkum hætti sem hann hefur gert. Þannig að þú veist, ég alveg forvitin að vita hérna og fylgjast með hvernig þetta fer sko. Mér finnst í besta falli, ég held ég hafi minnst á það hérna í síðastur spjöllum saman. Ég var alveg búin að vera að velta þessu fyrir mér, bara hann hlýtur að vera á einhverju grensu sko gagnvart lögum hérna hvernig hann að tjá sig þetta fyrirbæri sem Stretch og íta undir markasetninga því tagi að þarna sé hægt að fjárfesta í ykkur án áhættu sko. Þannig ég alveg forvitin að vita. Já, og þú veist, í okkar umræðu þá hef ég kannski verið meira talsmaður þess að róa okkur aðeins að þetta sé ekki að fara að springa og svo framvegis, sko. Eina svona sviðsmyndir sem ég sæi þetta geti farið virkilega illa. Það er ekki í rauninni, hann neyðist til að selja því að hann á ekki peninga, það er meira hvað ef að bara yfirvöld ákveða að fara á hann, þú veist, fjármálaeftirlitið ákveðið að fara í mál við hann eða það yrði risastórt sko. Og ekki endilega meiri sé að, þú veist, bara það heldur, hvað ef bara hlutafar bara eitthvað veginn bólónum út sko, ég reyndar held að hann eitthvað veginn, hann held ég með það mikinn atkvæðisrétt, þetta var eitthvað þannig að hann átti, man ekki 10-11% eitthvað, en fór lengi vel með
yfir helminga atkvæðana í strategin, það hlýtur ég nú ekki búin að vera að fylgjast með því sko, en það er bara, ég trúi ekki öðrum með öllum þessum hlutafjáraukningum og þessum breytingum að það hafi breyst sko, ég neita að trúa öðru en ég veit það ekki. Ég er bara að segja, það er einmitt ýmislegt, við vitum ekki núna, þetta verður að fá að koma í ljós en í öllu falli, hvort sem niðurstaðan verður svo að hann sé innan marka einhverja laga, þá finnst mér þetta hvernig hann hefur tjáð sig fjálglega þetta vera bara honum ekki til framdráttar. Það er allavega Nei, alls ekki. En hvað hvað segir á Kaupvallarsjónum? Það er búið að vera áfram og rosalegt útflæði. Já, það er búið að vera stanslaust útflæði. Kom þetta á óvart að sjá 58 allavega núna tímabundið, sjá hvað setur en að það hefði tímabundið verið ykkur botn og svona lyftum okkur, þetta er alveg nokkuð kröftugt, ég veit ekki mjög, en þetta er samt alveg ykkur 4% svona og hérna allar hina myndinar búin að ná að bánsa svolítið vel. Nei, þú veist, að því að rauninni sko maður hefur séð þarna 59-60 vera svolítið svona, já. Við erum búin að fara þangað, tvisvar niður á já, einmitt. Og það hefur verið sýnt sig að vera svolítið svona ákveðið botn og við erum búin að sjá endalaust eitthvað svona bot signals einhvern veginn sko. Ég hefði verið smá hissa en ekkert endilega hissa svona til lengri tíma því að þú veist, ég er ekkert sannfærður að þetta sé endilega gólfið á þessu einhvern veginn sko. En ég samt alveg tímabundið verið hissa ef þetta hefði farið eitthvað mikið leið. Þetta virðist vera mjög svona sterkur svæði þarna einhvers þar í kringum 58-60. Já, þú veist, ég er samt svo mikið, maður er búin að heyra svo mikið alltaf okkur svona eitthvað, já, þetta hér er eitthvað support og svo bara, þú veist, fer markaðarinn þangað sem maður vil fara, sko, og keyrir oft í gegnum eitthvað svona svokvöldu gólf, sko. Já, ég skil það alveg, en þú veist bara samt... Af því að sko, hver er að kaupa Bitcoin núna? Já, nú er Sailor ekki að... það var nákvæmlega það sem ég ætlaði að segja. Sko. Já. Sko, það hefur þetta búið að vera stanslaust útflæði á Kaupvallarsjóðum. Ég tók það eitthvað starf saman að hvað búið að vera. Það er alveg, þú veist... sláandi tölur. Þannig að þeir hafa ekki verið að kaupa, þeir hafa einmitt verið að selja. Það er þriðja vikan í röð núna, 1,72 miljardar útflæði. Við erum komin með 7 miljardar útflæði á árinu. 7 miljardar dollar útflæði úr árinu. Af það sem afar árið. Það er alveg tölur sem, þú veist, maður bara, ég allavega skil mjög vel ef fólk eru á einhverjum tímapunkti bara farið að draga það áldum bara, eru þeir bara að, þú veist, eru þeir bara að yfirgefa þetta skip, sko. Ég auðvitað held það ekki sjálfur, en hérna, þetta er orðið, þú veist, það er alltaf svo mikið lenska hjá þeim sem trúa á okkur eignir, er að þegar eitthvað svona byrjar að gerast, að þá fara þær alltaf að tala um bara, já, þú veist, nei, þetta er svona skýringar og martaði bara á við, en á einhverjum tímum þá þarf maður aðeins bara svona staldra við og bara heyrðu býta okkur, hvað er að gerast? Þetta er gríðarlegt útflæði og einfaldlega bíða með að segja bara hver skýringin er fyrir en myndina skýrist. Myndin er núna að það er verið að teikna hann upp, sko. Ég ætla að koma með svona nýjar skilgreiningar. Þú hefst talað um heimska peninga og gáfaða peninga í Bitcoin. Frábæri, og bara fjárfestingum. Frábæri mynd sem að fór á í bíó hérna GameStop sem, ef ég maður rétt, heitir bara nafnu Dumb Money, mjög skemmtileg mynd. Var gert þarna myndu hérna GameStop Wall Street Bet og það, svo. Já, ég var að sjá hana. Hvað hétt hann? Hann hann hétt ekki Hello Kitty en hann hétt hérna eitthvað Kitty Kitty Bang Bang. Hann hérna, þetta var svona hérna influencerinn sem rauninni byrjaði með að stunda GameStop dæmi, sko. En það sem ég ætla að segja, ég ætla að leyfa mér að kalla, að því við höfum talað að í Kaupvallarsjóðum er miklu meira retail þó við sem alltaf tala um institutional money. Já, einmitt. Og ég ætla að leyfa mér að kalla Kaupvallarsjóðuna heimska peninga, því að þú veist, þeir hafa voru að kaupa mikið á toppnum og þeir eru að selja rosa mikið núna í þessum bot sem er núna allavega. Ég ætla að segja
að ég mótmæli þessari hugtakanótkun. Já, ég kann ekki við hana, Nei, ok, en þú veist, já, ég skil hvað til, þetta að því að sko þetta hugtak sko samið og sko af einhverju svona Wall Street elítu sem lítur niður á pöbulinn og og það sem var beautiful, þó að GameStop-æventýri kannski hafi ekkert endað endilega vel, en það sem var svo beautiful við þetta og þess vegna var þetta svona að þetta sýndi bara fyrir brief moment, bara heyrið, þið stjórnið ekki öllu hérna sko, við fólkið núna á tímum internets og hraðara, eða bara leiftur hraðara upplýsingaskipta og samskipta að við getum einmitt, þannig að þú veist, ég hvet fólk til að horfa á þessa mynd, Dumb Money og það mun ekki nota þetta hugtak aftur, en já aðalatrið í þessu var að á þessu svæði þarna 59 í örstuttan tíma sýndi on-chain upplýsingar að hvalir keyptu 270.000 bitcoin á þessu svæði sem svona, hvað segja, á einhverju svona stuttum tíma met í kaupum hvala sem segir það, og það alltaf svona, ok, ég veit að truflaði svolítið, ég alltaf að segja að þetta sé botn vísbendingar, sko, en það nú alltaf það sem gerist einhvern veginn í botninu, hvalinir að selja í toppnum og þeir að kaupa í botnunum. Þeir keyptu gríðarlega mikið þarna niður. Það fer auðvitað ekkert mikil umræðum þetta því allir að tala útflæði á kauphallarsjóðum, sko. Einmitt. Já. Nei, það þú veist, auðvitað bara virka markaði þannig að ég meina, þú veist, á einhverjum tímamúndi, það að segja að því gefna að sé ennþá einhver trú á viðkomandi eign, sko, að þá náttúrulega fer vermiðin það látt að fólk bara svona, þú veist, ég segi fyrir mitt leyti, skilur, þú veist, ef þetta þú veist, skilur, á einhverjum tímúndi fer þetta hafa þau áhrif að því gefna maður hafi ennþá trú á eignina, þá náttúrulega ef maður farin að líta á þetta sem tækifæri, sko. Já, og þú veist, mér langar að þú veist að nefna, byrja á neikvæðum, enda þessu í jákvæða, þú veist að neikvætt, ég held að fyrsta skipti í sögunni erum við að sjá 3 ársfjórðunga í Bitcoin vera í rauðu eða mínus. Já. En svo getum við svona skotið inn allan tímabundið smá jákvæðu að þetta í fyrsta skipti í sögunni sem það 3 ársfjórðungar í rauð neikvæðir. Það 4 ársfjórðungur síðast ári og fyrstu tveir þessi rauðir. Já. Fyrsta skipti í sögunni. Já, áhugavert maður. Og vá, pældi ég að það eru með þessum fjóriði. Maður veit það ekki. Getur alveg verið því að þú veist ef við tökum aftur söguna þá eigum við eftir að taka 1 dropp niður. Já, ég meina, þú veist, það bara þetta með að við verðið þá 1. júlí, við erum bara nýbyrjaðar á þessum 3 ársfjórðungi, sko. Já, og við erum eftir að fara, miðað við söguna þá eigum við eftir að fara neðar heldur en við erum í dag, upp á það ekki. En tímabundi getur við sagt, sko, að aldrei heldur í sögunni þegar júní hefur verið í mínus, þá hefur júlí aldrei verið í mínus, hann alltaf í pluss eftir að júní niður. Já, ok. Þannig að það sem við gætum séð að júlí getur verið góður, svo getum við verið svolítið frekar flatir, svo tökum við 1 dropp niður í september, október. Ég ítreka alla fyrirvara á þessum vangaveltum því að bara eins og þetta, skilur, ég meina, þú veist, fólk tala svo oft söguna eins og sko, það rosa mikið það finnst mér að kryptó áhrifavaldar þeir tala söguna eins og bara, þú veist, þetta er alltaf gert svona, 3 ergo þetta er 100% að fara að gera svona núna og svo, ég meina, svo gerist bara þetta, bara þess að við varst að benda núna, fyrsta skipti í sögunni 3 ársfjórðungar röð niður. Pottið einhverju kryptó influencerar, bara 100% hafa verið að tala það, þessi annar ársfjórðungur 2026 alveg 100% að fara að vera upp. Það hefur aldrei gert í sögunni að Bitcoin eigi 3 ársfjórðungar niður. Þannig að alveg saman með þetta. Ok, alltaf júní rauður hefur júlí verið grænt og sannleikurinn bara sá, við vitum ekkert hvernig júlí að fara að vera. Eina sem ég get sagt að
Mér líður aðeins betur að þetta hafi aðeins bánsað því að mann líður þetta aldrei vel í frjálsu falli en ég þarf samt að spyrja mig og ég þarf þá að fá þú veist, ég þarf að fá hérna þú veist, hverjir að kaupa? Seilur ekki að kaupa núna það er Hvallindur að kaupa greinlega sko. Já, þú veist og svo kannski eitthvað svona einhverju retail ég meina, þú veist, já, ég meina, sko, þetta er mörgundur milljónir eða þú veist, þetta er nokkur hundru milljóna markaður þetta er retail alltaf þáttakandi eitthvað þú veist, jú, en það sem gerist í gær það kom þessu atvinnustölfur sem að sýndu það að þeir hefðu hérna, bætt við færri nýjum störfum heldur búastöði sem að dregur líkunum á því að það verður hækkaði vextir þannig að það getur líka haft áhrif á markaði í heild sinni sko. Einmitt já maður það er hérna en þú veist, þú talar þetta þú veist að menn að tala svona og ég er alveg sammálaður en á sama tíma getur við sagt ok, hvað með 4 ára hringrásina enn sem komið þá erum við bara spegilmynda á 4 ára hringrásinu hvort sem okkur líkar betur ég meina, ég sagði það í síðasta búlmarkaði, ég ætla ekki að detti þann pitt að aftur trúa því að við færum í supercycle eða eitthvað svoleiðis sko og ég hugsaði núna þú veist, hugsaði ég, ok, þú veist, það verður það verður einhvern veginn bara aftur 4 ára hringrás en samt einhvern veginn átti ég erfitt með að trúa því en minna, þú veist, þetta er bara að spilast þannig út Þetta hlaðast verður svona Groundhog Day koncept þetta verður bara alltaf svona fullmarkett og svo árið 2040 Björn Arason að tala 4 ára hringrás svona supercycle og eitthvað já, nei Guð fór okkur nú frá þeim örlum þú hefur nú séð þá myndið ekki Groundhog Day Jú, einu uppáhaldsmyndi mín sko. Já, hún er aðeinslega góð maður verður droslega pirraður að horfa á hana ég allavega get ekki verið stíð maður verður mjög pirraður, hún er frábær mynd maður verður pirraður það er svo gaman samt að hann þegar hann fer að taka upp á því að læra að gera út einhver svona listaverk einmitt Já maður sko ég fyrir mitt leiti held ég bara svona nokkuð góður með kryptó hlutina það reyndar það að þetta náttúrulega alveg bagalegt Björn þegar þú leyfir að fara hérna út fyrir landsteina sko því að þetta riðlar svo miklu að nú til dæmis ekki tekið bókahótt sko Jú, við getum verið með bókahótt en ég segi við verðum ekki með það núna tökum það næst þegar þú ég var með þess að Já, ég var með þess að með sko hljóðbók bara þá að því að fyrst að ég var sem ég hlustað á sem ég ætlaði að það bara sína hérna á skjánum bara ok svo þannig ég þurfi ekki að rétta þér bókina Be my guest Viltu taka það núna? Já, ég tökum það bara núna Já Af því þú veist annars eru 2 vikur fram yfir þannig að við ekki taka það bara núna Jó, ok Ég nefnilega sko hérna það hefur verið talað bókina The Fourth Turning Já, einmitt og hún er skrifið 1997 held ég hún er svolítið gömul sko einmitt. Og hún er svolítið svona kenningaleg sko ég ákvað að hlusta á bók hann fjallaði þetta koncept Berður Másson Já ég ákvað að hlusta á þessa sem er eftir annan höfund annar þeirra er dáinn og hinn skrifaði núna bók 2023 sér þetta? Já, The Fourth Turning is here Já, hérna er hann rauninni að skrifa nýja bók þar sem hann er að halda því fram að við séum þegar komin í vetur Já, einmitt og það er byrjað svona í fjármálakrigsunni 2008 síðan hafið þetta bara komið COVID og við getum séð þetta við við höfum séð þetta svolítið þegar Trump tók við síðast hvað og út allan heim hvað er orðið mikil svona aðgreiningur á milli aðalega í þjóðfélagi er ekki eins bara allir eins einhvern veginn með sömu skoðunar það eru miklu meira andstæðingar hann vill jafnvel meina að þessi bara hætta í fullt af löndum að komi borgarastyrjöld og rannsóknir sína þar sem hafa orðið borgarastyrjöld þá býst enginn við að það gæti orðið borgarastyrjöld hann talar þetta ekkert Bitcoin og eitthvað svoleiðis en ég setti þetta svolítið í samhengi minn þetta er svolítið áhugaverð sko af því að þú veist á sama tíma og hann setur þessa byrjun á veturinn 2008 er sami tíminn og rauninni síðan í kjölfarið Bitcoin White Paper kemur út sko hvítbókin
og Bitcoin fyrir að stað og þessi kall eftir nýjum gjaldmiðl, sama hvað mun gerast og gervigreindabyltingin og svo framvegis. Þannig að mér fannst þetta svona, ég ætlaði að lesa hina, svo rakst ég á þessa, fannst þetta mjög áhugavert. Já, þetta þú veist, þetta hefur eflaust mátt segja á mörgum ef ekki flestum tímum að þessi áhugaveri tímar sem við lifum á, en þú veist, einmitt, þú veist, bara staðan í dag, það eitthvað veginn, þú veist, þú ert með rosalega mikið af einhverjum sterkum hugmyndum og hugmyndafræði sem að takast á. Þú ert með, það ágreiningur, það polarisering, það eru stríðsátök, það líka einhver hérna, náttúrulega líklega svakalegustu tækniframfarir í sögu mannkynsins ofan í þetta allt saman sem einhver veginn eru bara standa í dyragættinni sko, sem þá gervigreindin. Ég vil líka fá að tala um Bitcoin og hérna kryptó í því samhengi. Ég veit að það kannski fær ekki mikinn hljómgrunn ákvörðat núna en allavega mín trú svo að þegar framlíða stundir þá hérna mun þetta vera þetta tvennt sko, að það digital assets annars vegar og digital intelligence, svo ég fái nú að hérna nota líkingu Saylor sko, að þetta séu svona tvær spennandi tækniframfarir. Hann nú alveg góður Saylor-kallinn þegar kemur að því að vera með svona myndlíkingar hérna tækniframfarir. Þannig að þú veist, já, það verður mjög forunlegt að vita hvað kemur úr þessu öllu saman sko, en ég bara ég segi sannlega að ég búinn að vera að fara núna í lengri tíma með bænir á hverju einasta kvöldi og ég bið alltaf fyrir mannkyninu. Ég enda alltaf bænin á því. Ég bið fyrir mannkyninu og ég hérna, mér finnst eitthvað fallegt, mér finnst rosalega fallegt að sjá HM í gangi núna. Mér finnst þetta eitthvað svo beautiful concept. Þráttur að ég hafi ekkert haft gríðarlega gaman að knaspinu þannig. Bróður minn alveg forfallinn knaspinu aðdáandi sko, en ég alveg drukkið þetta í mig sem krakki sko, en ég fór allur í svona amerískar íþróttir, það mitt svona passion, en að sjá HM og sjá eitthvað veginn sko, þetta nákvæmlega sem mér finnst svo fallið. Þú bæði með þessa samstöðu, en þú ert líka með það að hver þjóð svo stolt að vera sín þjóð og það bara ekkert að því skiluru, bara þú veist, þú bara flaggar þínum fána og þetta hérna patriotism, en þetta líka þessi sammelinni, hei, við erum samt öll hérna í enda dagsins bara bræður og systur sko, skiluru, og eitthvað að sjá þessar tilfinningar bæði þegar börn og fullorðnir gráta hvort sem það af hérna gleði eða hérna sorg þegar liðið að kemst áfram eða dettur út, alltaf bara þvílíkir heartbreakerar hjá sem Afríkuþjóðum sko, bara 3 mörk á 87 mínútu, þannig að ég kom eitthvað með háum vinkilin í þetta því mér finnst þetta raunverulega skipta máli. Af því þetta risavaxin þessa andstæðinga sko. Nei, einmitt, þetta þessi risavaxin viðburður ofan í þetta allt saman sko, og hérna maður verður bara, þú veist, sko, maður verður að leggja sitt af mörkum og þó að sé ekki fólki í öðru nema bara því að trúa því að við eitthvað getum fundið út úr þessu saman sko, mannkyni, því að við erum öll hérna, hvort sem okkur líkar að betra að vera, við erum öll hérna, það var ekkert okkar sem baðum að vera sett hérna á jörðina, en öll eru hérna og við verðum bara eitthvað að díla við þetta og já, ég vil trúa því að leiðin sé ekki bara endalaus átök og hérna dilkadrættir og borgarastyrjaldir og hvað það sko. Ég segi sannarlega bara Guð forði okkur frá þeim örlugum. Já, skemmtileg bók. Þú svolítið tókst mig allavega svolítið hérna úr kannski gírnum sem ég var í, sem var bara ágætt. Ég var einmitt að hugsa að þetta var orðið svona að búið svo krefjandi tímar í þessu hlaðvarpi og því að markaðurinn búin að vera það krefjandi að ég hugsaði mikið væri nú gaman að vera bara með HM hlaðvarp, skilur. Það nóg að tala leika einasta degi, leiki framundan, skilur, þú veist.
Já, í maður. markamet og já, þetta er ekki. Já, einmitt. En já, herru Björn, ert þú ekki bara sáttur? Sko ég get rauninni ekki komið með eitthvað annað eftir að þú kemur með þessu gáfuðu og fallegu orð, nema að ég staldra kannski helst við það að ég hlustaði á hlaðvarp Myndkaupa og ég var kallar hússtjúkumaðurinn. Já. Það var ekki ég sem sagði það. En hann er ekkert smá mikill húmoristi, hann Magnús. Það var mjög skemmtilegt að hlusta á okkur og þið fekk mig alveg til að hugsa sko, því að þú veist ég hef verið svolítið talsmaður austrísku hagfræðinar og bara skil ekki að nokkur maður skulu ekki vera það sko, menn hann kom kannski með meira svona jarðbundna hugmynd, meina þú veist ef við ætlum ekki að láta allt fara til fjandars, sagði þetta ekki, en svona, það var kannski svona að lesa eitthvað í það. Einmitt, ekki spurning sko. Heyrðu Björn, ég segi þá bara njóttu veruðinnar áfram. Já, ég er bara heim í nótt sko, þannig að já, ég er bara að laka til að sjá þig þá og taka löns og taka hlaðvarp í persónu. Björn Harðarson, ég þakka þér fyrir og ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustununa og fyrir áhorfið, kæru hlustundur, og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.